Þá komið að þriðja liða dagskrá og það öldungaráð 2019 samþykkt og ég ætla að biðja varaforseta að taka við stjórn fundarins og gefa mér orðið. Þá tekur bæjarfulltrúi Halla Björk Reynisdóttir til máls. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, hér komin á dagskrá samþykkt fyrir öldungaráð Akureyrarbæjar. Öldungaráð samráðsvettvangur þjónustu við aldraða og þróun öldrunarmála innan sveitarfélagsins. Á vettvangi öldungaráðs fer fram samráð almenna stefnumótun og áætlunargerð Akureyrarbæjar í málum sem varða íbúa sem eru 67 ára og eldri. Öldungaráð mun starfa í umboði bæjarstjórnar og á að vera bæjarstjórn, nefndum og ráðum Akureyrarbæjar til ráðgjafar öll þau mikilvægu málefni og hagsmuni bæjarbúa sem eru 67 ára og eldri. Þá gert ráð fyrir að öldungaráð fái til umsagnar málefni sem varða stefnumótun og þjónustu við eldri borgara. Jafnframt getur öldungaráð komið með tillögu til bæjarstjórnar fyrirkomulag öldrunarþjónustu og þá skipulag hennar. Og það ekki einungis við bæjarstjórn, heldur getur öldungaráð einnig sent inn erindi til yfirstjórnar Heilbrigðisþjónustu Norðurlands, HSN, fyrirkomulag þeirra þjónustu og skipulag hennar. Öldungaráð verður skipað 7 fulltrúum og jafnmörgum til vara. Kjörtímabil ráðsins því sama og bæjarstjórnar. En það sem þetta að gerast núna, þá þetta náttúrulega aðeins styttra kjörtímabil í þetta skipti eða ráðningatími. Stjórnin skipuð þannig að félag eldri borgara Akureyrar skipar 3 fulltrúa og 3 til vara. 1 fulltrúi skipaður af Heilbrigðisstofnun Norðurlands og 1 til vara. Bæjarstjórn skipar síðan 3 og 3 til vara og kýs jafnframt formann öldungaráðs en ráðið kýs varaformann og skiptir öðru leyti með sér verkum. Þá munu fundagerðir öldungaráðs verða lagðar fram til kynningar í bæjarráði. Öldungaráð skal að jafnaði halda 6 til 8 fundi árlega og bæjarstjórn skal halda árlegan fund með ráðinu. Það sem við erum með nýja samþykkt í höndunum lagt til að hún verði endurskoðuð fyrir árslok 2020 og eftir það í upphafi hvers kjörtímabils. Bæjarráð samþykkt á fundi sína 7. febrúar síðastliðinn drög að samþykkt fyrir öldungaráð og vísaði þeim til samþykktar hér í bæjarstjórn í dag. Jafnframt óskaði bæjarráð eftir umsögn öldungaráðs en drögin áður en þau voru lögð fyrir. Öldungaráð tók drögin fyrir að fundi 13. febrúar síðastliðinn og kom með 2 breytingatillögur sem voru síðan samþykktar hjá bæjarráði. Og samþykktið sem liggur fyrir okkur í dag með þeim breytingum. Ég legg til að við ræðum ef við getum rætt þetta og síðan samþykkt. Ég legg til að samþykktin verði samþykkt hér í dag og fyrir hefnd bæjarstjórnar verði skipað síðan í stjórn. Það verður þá gert í næsta dagskrárlið. Takk. Bæjarfulltrúi Halla Björk Reynisdóttir hefur lokið máli sínu og færi henni aftur stjórn fundarins. Já, takk fyrir það. Orðið laust. Næst tekur til máls bæjarfulltrúi Gunnar Gíslason. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, ég vil bara fagna þessu reglu sem við erum að fara að samþykkja eftir gerir ráð fyrir. Ég held að það hefði verið til fyrirmyndar hvernig þetta samráð átti sér stað. Ég held að við höfum bara gert vel í þessu og ég held að við séum að ná bara góðri niðurstöðu. Takk. Bæjarfulltrúi Gunnar Gíslason lokið máli sínu, orðið laust. Næst tekur til máls bæjarfulltrúi Guðmundur Baldvin Guðmundsson. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, kannski bara aðeins af því að þetta fór fyrir öldungaráð hér til umsagnar og þeir vísuðu hingað til bæjarstjórnar með 2 breytingum. Ég satt þann fund sem varamaður í öldungaráði og þar kom akkúrat fram og það kemur fram í bókun sem hægt að lesa með fundargögnum að þeir fögnuðu þetta, öldungaráð fagnar þessari, eða sett félag eldri borgara fagnar þessari öldungaráði og nú búið að formfesta þetta með öðrum hætti hefur verið hingað til og eins og kom fram í máli Höllu Björkar bæjarfulltrúa að þá þetta fyrst og fremst hugsað sem ráðgefandi ráð fyrir okkur í bæjarstjórninni og ég held að það sé mjög mikilvægt að við pössum upp á það í öllum ráðum og nefndum að
vera vakandi fyrir því að vísa málum til öldungaráðs, jafnt og ungmennaráðs þegar við á. Þannig að það sé haft í huga. En ég tek líkt og bæjarfulltrúi Gunnar undir ánægju mína með að þetta skulle koma á koppinn og það sé búið að lögfesta þetta. Takk, en hins vegar kannski má segja að við erum búin að vera með öldungaráð hér í 2 eða 3 ár, en nú þetta búið að breyta þessu og búið að lögfesta sem jákvætt. Takk. Það bæjarfulltrúi Guðmundur Baldvin Guðmundsson lokið máli sínu orðiðlaust. Þar sem fleiri hafa ekki hvatt sér hljóðs, þeir sem geta samþykkt þess að samþykkt gefið merki. Það eru 11, takk fyrir það.